Góðan daginn, seinni tíðanörd norðsins. Í dag langaði mér endar að kíkja á betuna fyrir fótbolmótið 2022 sem var að koma út núna í gær, 15. október. Leikurinn sjálfur kemur út núna í byrjun nóvember og er vanlega svona betu demo útgáfa rúllandi aðeins á undan. Þess að slípa helstu vankanta leiksins og við erum sem sagt að rúlla í gegnum hana áður en við förum í nánar umfjöllun leikinn síðar. Svona fyrir það sem kannast við seríuna þá byrjaði hún sem Champions Manager á sín tíma og breyttist yfir í Football Manager held ég árið 2005 ef man rétt. Kjarnaleiksins er bara, getur sagt, bara taka við einhverju liði víðsvegar í heiminum. Getur við allt frá Íslandi, Ástralíu, neðri deildum í Búlgaríu, MLS í Bandaríkjunum og bara hvað sem er eiginlega. Og bara gera þess að getur annarkvort byggja upp nýtt lið, reisa gamalt lið brústum og reyna að gera eitthvað með það eða taka upp alls liðið þitt og gera það stórveldi og berja kannski á erkifjöndunum. Og þannig eins og ég segi það sjaldnast skortir, hvað getur við sagt, ímyndunaraflið þegar kemur að þessu. Það er ótal valmöguleikar. Hérna er sem sagt leikurinn sjálfur. Hann er kannski ekkert, getur sagt, mikið fyrir augað en það sem hann skortir í flottri þrívíddargrafík þá bætir hann það upp í dýpt í spilin. Ég er hérna að spila sem Manchester United sem er lið sem ég styð vanalega. Eins og sést þá byrjar liðið mitt í svona pínu meiðslum. Það er einmitt hægt að sjá upplýsingar leikmennina og þú smellir síðan á það þá farið meiri upplýsingar. Kristján Ronaldo mitt sem er nýlega komin aftur Manchester United. Leikmenn eru vanlega flokkaðir, þannig að hæfileikar eru flokkaðir eftir sem sagt tölum. Sem sagt frá 1 til 20. 20 er svolítið best. Eins og sést Ronaldo með 3 tölur, nokkra 19 og fleira. Þrátt fyrir að vera 36 ára gamall. Ég er sem sagt búinn að vera að spila í gegnum æfingatímabilið sem er ekkert algengt og er ekkert margt aðeins sérstaklega vel eins og sést. Svolítið mikið í jafnteflum og ég er að reyna svona bara að segja að slípa liðið aðeins til. Eitthvað sem maður telur nauðsynlegt vera þörf á. Ég er ekki búinn að gera mikið á kaupum eins og er. Ég er bara ekki 2 kaup. Ég er að bíða eftir að nokkuð gangi í gegn, getur við sagt. Það var aðeins að losa út. Seldi Nemanja Matic og Jesse Lingard og er aðeins að vinna í það að sópa aðeins til. Það er talsveit af leikmönnum sem mætti alveg fjúka í þessu liði á mínum mati. Og ég er svona að græja mig í það að preppa fyrir tímabilið sem fyrir að byrja fljótlega. Fyrsti leikur hjá mér eftir 24 daga á móti Watford. Það sem þetta snýst rosalega mikið er að skoða leikmenn, senda njósnarana út og kíkja á þá, fá nánar skýrslu og sjá hvort þessi leikmaður sem hæfir liðinu og hvort þessi við það fjárfesti í. Hérna þeim sem ég búinn að skoða leikmenn hjá Tottenham, uppáhaldsliðinu hans Óla í geimtíð sem hann styrir mitt. Þessi er ungur en ég er ekki alveg viss með hann ennþá. Ég er svona alltaf að fylgjast með hann áfram. Ég er ekki alveg viss hvernig verða með hann eins og er. Ég er að reyna að
hvað getur við sagt, horfa til skammtíma lausna eins og svona fylla upp í auðnar. Þegar meiðslin eru búin þá held ég að verða ágætt standi. Ég gerir mig grein fyrir strax eftir þetta tímabil þá þarf ég að leggja sig í dýpri fjárfestingar. Þetta vanlega alltaf í svona leikjum er að ég menna að þetta auðveldast að byrja með stóru liðinni sem maður segir, hvort sem Manchester eða Manchester City, Bayern Munich, Barcelona eða eitthvað svoleiðis. En það fylgir þeim þetta ákveðna áskorun í leiðinni líka. Og eins og hérna núna er leikurinn uppfærður sem sagt með öllum þeim kaupum og sölum af leikmönnum sem voru þegar tímabilið byrjaði. En sérst ég tók við Ole Gunnar Solskjær sem er atvinnulegur greið eftir að ég gerði náttúrulega svona. Eins og sérst hérna strax það var Brendan Rodgers, núverandi stjóri Leicester, farin til Newcastle. Það sem er þetta spennandi fyrir marga í nýjasta leiknum, bara með atburðina sem er búin í gangi. Þá þetta er Newcastle nýkomin nýja eigendur og með því fylgir alveg stór bankareikningur og geta til að kaupa eða laða þessi leikmenn. Það verður fornilegt að sjá hvað þeir gera með það. Ég veit að margir eru að pröfa nú að búi til beta saves með einmitt Newcastle. Ég hef reyndar að pröfa þá áður fyrr í eldri útgáfum af leiknum og sem hefur svolítið gaman að spila með þá. Ég er vanlega svona típan sem tek save með uppáhaldsliðið mitt master og síðan tek ég stundum save með svona öðruvísi lið. Til dæmis eitt af uppáhaldsliðunum mín síðustu árin, getur við sagt. Þannig sem ég er gaman að taka í svona öðruvísi seifum. Það hvað þeir eru búin að hækka dild síðan til eitthvað að segjast. Við erum hingað. Þetta lið, Bramley. Þetta er algjörlega lið sem ég datt inn á fyrir tilviljun einu sinni bara að spila leikinn, eldur útgáfa fótboltamanager og vantaði eitthvað öðruvíst að spila. Og þegar ég kíkti á fyrst þá voru þeir í neðstu deildinni eða neðstu studdu deildin. Það eru enda fleiri deildir í Bretlandi en þessar hefðbundin sem eru sýndar, en þær eru svona svolítið áhugamannadeildir en þær eru vanlega ekki skrifar inn. Og þetta er lið sem er í Vanarman National League, svo þetta er þú ert með Premiership, Championship, League 1, League 2 og síðan vanarman þetta er 5. deildin neðst. Eins og sést það var þetta ágætt stæmi. Ég hef alltaf margar uppáhaldsleikmönnum mínum hérna, eins og þessi, Michael Cheek og Louis Dennis. Hann er endar miklu baldið, var í Bramley svo lengi, fór til Portsmouth og Leyton Orient en er nýsnúin aftur. Sko, vanlega þegar tölunar hérna sjást, þá er ekki gefnand allir tölunar. Það er hægt að stilla þannig sjáist, en þetta er svona gert að þú átti ekki að vita hvernig geta leikmanna er ef þú ert ekki búin að senda einhvern til þess að fylgjast með þeim eða þú ert ekki nógu stór til þess að vera með nógu miklu upplýsingar. Þannig að þú ert lítill klúbbur, þá er ekki mikla líkur þú vitir hvernig úlingastarfi á Santos í Brasilíu eitthvað svoleiðis. Það er ekki miklu líkur þú hafir bæði fjármagni til þess og starfsfólk getur fylgst með því. Sko, ég ætla ekki að fara kannski djúpt í fótboltamanager hvað hann er og svoleiðis, við getum verið nokkra mánuði bara að fara gegnum allt sem því fylgir. Ég ætla svona lauslega nefna kjarnauppfærslurnar á leiknum sem hafa verið gerð þetta árið. Eina nýjastu viðbótunum er þetta, Data Hub. Ég þarf að reynda að spila aðeins lengur inn í leikinu þannig að það kemur almennilega upp. En þetta á að vera að gefa betri tölfræði og upplýsingar liðið og hjálpa þér að sjá hvar veikleikarnir og styrkir í klúbbnum eru. Match engine er vélinn sem stjórnar
sem sagt hvernig leikirnir spilaðir og allt svo leiðis og hvernig það fer hefur uppfært. Hérna ég myndi að kaupa leikmann Luis Figo frá Lazio. Fannst bráðvant að þétta upp í vörnina master, eitthvað sem ég innilega sammála að þarf að gera í raunleikunum. Og á sama tíma er ég að selja þennan sem finnst pínleiðilegt, en hann er orðið gamall og hann er á háum launum svo að það hefur áhrif. Augljóslega stundum þegar þú selur leikmenn sem eru vinsælir annað hjá stuðningsmönnum eða liðin sjálfu, þá getur þú stundum lent í þessu og þá kostar markmannum að þú veist að selja vin hans, en í þessu tilviki og allan ekkert að fara rosalega djúpt í þetta. Þannig að en það getur orðið hrikalegt að ef þú lendir í vandræðum með semst að þú færð leikmenn á móti þér, eins og hefur gerst í fótboltanum þegar eins og það sem kallað er að missa stuðningsklján þegar þeir snúa skeggir annarkvort leikmenninni eða hvað þá áhorfendur. Það er svona stundum svolítið mikið, það er svona oft sagt þessi leiki, maður hugsa þetta er oft svolítið mikið podcastleikir eða Netflix eða eitthvað sem er óslátt að gera eitthvað annað meðan þetta er ekki eins og sé eitthvað sem þetta mikið að hlusta eftir, en þú ert oft mikið að pæla og stúdera í leikmönnum, í liðinu og skoða hvar veikleikarnir liggja og svoleiðis. Og það er mjög algengt að maður auðvitað leitar rosalega mikið til unglingaleiðana sinna til þess að fylla upp í eðurnar og auðvitað sem sagt finna ungstirni eins og hefur til dæmis verið einkennandi á Manchester til dæmis og á svona öðrum klúbbum sem hafa lengi verið mjög rosalega gott unglingastarf sem hefur skilað sér í leikmönnum sem enda í aðaliðinu. Þetta er gott fyrir klubbana, þess að það eru þar að spara sér pening. Til dæmis Dean Henderson, hann er uppalinn í Manchester, en þetta er mjög algengt þessi leikmennir að fá oft í láni í burtu. Og þessi Scott McTominay líka fættur uppalinn hérna, og sem þetta skoskur. Mason Greenwood, Marcus Rashford og svoleiðis. Það er búið mismunandi með klúbba, sumir eru með meira af þessum aðrir og meðan aðrir leitar alveg mikið út fyrir, til dæmis Chelsea hafa lengi þekktir fyrir að kaupa unga leikmenn og lána það út og síðan svona vonast að þið verði góður og svoleiðis og það er reynst misvel getur við sagt í gegnum tíðina. Gott dæmi er mitt hérna, þegar við keyptum Romelu Lukaku aftur og þeir höfðu keypt hann þegar hann var ungur, notaði hann aldrei neitt að viti, lánuðu hann síðan til West Brom sem gekk alveg vel. Síðan lánuðu til Everton sem reyndi hann keypt hann stóð svolítið vel nokk tímabil, keypti Manchester, síðan seldi til Inter Milan sem stóð svo frábærlega vel og nú er hann komin til Chelsea aftur. En það er mjög algengt að Chelsea hefur gegnum tíðina keypt leikmenn, notað mismunandi vel og selt á. Og þetta er frægt dæmi eins og Mohamed Salah og Kevin De Bruyne og fleiri leikmenn sem voru keyptir til Chelsea snemma, fengi aldrei séns, fór eitthvað annað, brilluruð og kom síðan aftur eða fór eitthvað til stærri liða. En eins og segi, þetta er mjög mismundi. Þegar þú ert að smila með svona stóru liðin þá getur þetta liftir að kaupa og selja leikmenni svo vilt og ert rosalega frjálslegur í hvernig þú spreðar peningunum. En þegar þú ert að með smærri klúbbana þá skiptir hver einasta króna máli. Blaðamannafundirnir hafa verið teknir í gegn samkvæmt það sem er skýrt að Sports Interactive og aðeins komið mér fjölbreytni í þeim. Það er stundur svolítið leiðilegt þegar maður spilar þessa leiki að eftir smá tíma þá sem sagt á þetta til að verða allt rosalega eins. Það er að spyrja manni um nýja leikmanninn og allt það. Ég stundi mér reyndar að hafa til að vera alltaf latur bara gegnum þetta.
Hérna kemur það sem ég mest spenntur fyrir. Þetta er leikmaður sem ég er að kaupa frá Sporting í Portugal. En athyglisvert er að ég er að kaupa hann og gera undir eitthvað sem lið gera stundum. Ég er að kaupa hann en ég er að lána hann strax aftur. Ég er að lána hann til liðsins ég keypti hann af út tímabilið. Sem er enda mjög gott oft fyrir leikmenn, þú veist, eins og þennan. Hann er ekki bara að fá að spila almennilega strax. Svo hann græðir á því að halda fram að spila hjá klúbbnum sínum og fá leiktíma á meðan. Og ég veist þá verður hann bara betri fyrir vikið og þá þegar ég fæ hann í lok tímabilsins og þá get ég byrjað að skipuleggja betur liðið mitt og hvar hann passar inn í hann. Ég er í pínu vandræðum eins og er að finna leikmenn. Það er anstæðandi sagt það er aldrei þund. Það er þetta margir leikmenn út í láni svo ég þarf svona aðeins að pæla í hvernig ég fylli upp í þetta. Ég var að gæla við að kaupa þennan en ég er hættu við. Ég held að hann sé ekki þessu við peningara. Það er allt að há laun á þessu gaur. Það er mjög algengt að þegar þú ert að spila með smærri klubba þá treystir rosalega mikið á lánskerfið að fá leikmenn lánað öðrum klubbum, stærri klubbum. Þeir græði þetta á því að leikmennir fara láni og fá reynslu og með að þú veit að var gæða leikmann sem kannski borgar lítið sem ekkert fyrir í kostnað nema kannski smá launum með eitthvað þess og jafnvel stundum ekki eins og neitt og þetta getur gert gæfumunni fyrir þig og annað sem þú treystir ofta á í þegar þú ert að eiga við smærri klubba þá treystir ofta á að fá leikmenn á frjálsri sölu. Það er mjög algengt að pikka upp leikmenn sem eru kannski alveg svolítið gamlir og eru ekki lengur orðnir nógu sterkir til þess að vera hjá stórklubunum en geta vel plumma sig í smærri liðum. Þú ert kannski að pikka það upp frjálsri sölu og ertu kannski að nota það í 1-2 ár áður en þeir halda áfram með að hætta að spila. Þetta getur oft gert gæfumuninn fyrir þig þegar þú ert að spila. Eins og sést þá er ég að fá reglulega skýrslur frá njósnarnum mínum leikmenn sem ég get keypt kannski einhvern síðar sem ekki. Til þess þetta er einn af mínum uppáhalds leikmenn sem ég keypti mjög oft síðustu 2 leiki en nú er hann nýfarinn til Real Madrid í raunveruleikanum svo það er ekki mikið séns að ég er að fá að kaupa hann á næstunni nema eitthvað breytist. En ég held oft áfram að fylgjast með hann bara staðinn. Hérna er þessi taktíkin sem þú spila með. Þú getur farið svo djúpt ofan í pælingar þegar kemur að þessu og ég á til oft að finna bara taktík sem ég líst á. Ég hef reynslu á nota og kannski ofnota hana pínu. Og menn ég veit að aðrir sem nota mismunandi taktík eftir hversu þau eru að spila útvöldi, heimavöldi og mútið stærri liðum, smærri liðum. Þannig að það er svo gríðarlega dýpt til staðar fyrir það sem vilja sko. Þetta getur virkað rosalega fráhrindandi fyrst þegar fólk byrjar að skoða þetta. Það er svo mikið af upplýsingum í gangi og þetta er rosalega svona mikið að laga sig að fyrst og þú getur síðan þá ertu líka að hugsa taktíkina en oft út frá leikmönnum svo með og hvað liður út með menna þegar þú ert að eiga við sem sagt vel þjálfa lið af atvinnumönnum sem sem sagt eru í hæsta gæðaflokki og eru að spila með landsliðinu sín þá veistu að þú færð miklu meira úr þeim. Þeir eru hafa meiri getur líkana andlega getur til þess að spila á ákveðna vegu og meðan þú ert að spila í neðri deildinni þá ertu með allt yfir þessi leikmenn og allt þessu kröfu getur ekkert ætlast þess að bara spila einhverja super hraða og tekníska taktík og tiki-taka, Barcelona-feeling og eitthvað svoleiðis og ætlast þess að gaurarnir í 4. deildinni vitir hvað að tala gaurar sem er kannski að fá nokkur hundruð pund á mánuði í laun eitthvað svoleiðis og valla, þú veist og stundum kannski bara þess að bara semi-amateur leikmenn að vera kannski að vinna
í bíkó, þú veist, inn á milli leikja. Þannig að, þú veist, getur ekki alveg gert sömu kröfu til þeirra eins og Cristiano Ronaldo sem bara atvinnumaður og þetta bara hann bara lifir og hræðist í þessum bransa, sko. Þannig að og það er svona skemmtilega við þetta. Það mjög oft gaman að pröfa þessi áfram. Ég veit ekki hvað oft ég hef gert það, bara testað og séð hvernig gengur. Oft gengur mér hrikalega illa fyrst og meðan ég svona læra á nýjan leik. Það mjög ekkert óalgengt að maður svona lendir í vandræðum fyrst. Stundum finnst mér gaman að taka við ólíkum liðum, eitthvað sem ég ekki vanur að gera. Þetta svona mismund eftir hvað ég að gera. Sumir myndu ekki segja þetta sem einhver helgispil, en ég ætla að vera okkar að pröfa að býna brútal og stokka eins yfir liðinu og þá að gera að selja. Mér vandar hann að lækka launakostnaðinn og hann á þokkalega háa launum og mér hefur fundist ekki tíðin að hann verið svolítið mistækur. Þannig að ég á oft til að selja hann. Ég er örugglega einhverjum aðstæðmenn sem myndir bara öskra á mig. Þetta fyndi stundum hvernig leikurinn að líka eftir raunveruleikanum og ekki. Maður hefur tekið til leikmannum í seríunni sem að kannski rekst á 16, 17, 18 ára og þegar byrja stórt undir leiknum og meðan þeir eru ekki þekkt nöfn í raunveruleikanum. En kannski nokkur mánuð seinna þessi sömu leikmenni allt í einu orðnir þekktari nöfn og verður kannski byrjað að spila fyrir stóru liðin. Ég er með marga leikmenn sem að man eftir. Ég er enda man eftir Paul Pogba þegar hann var fyrsti mannstir og var í varaliðunum. Ég var ekki alveg með fyndistum hann og alveg eins og með Mason Greenwood. Ég man þegar hann var í litlu liðunum og maður var aldrei viss hvort að það væri eitthvað, þú veist, hvort að eða góra með ekki. Það þetta máli. Leikmönnum alltaf gefin svona potential tala í leiknum. Og þarna frá 1 upp í 200. 200 ertu bara Messi og svona dæmi og 1 ertu valla ég, sko, reyna að sparka bolta, sko. Þannig að leikmenn eru flokkar eftir þessu. Þú sér það ekki sjálfur, en skátarnir geta gefið svona uppsingar hérna þegar að mæla með þessum. Kai Havertz á Chelsea, skil það vel. Frábær leikmaður sem ég mjög hrifinn af. Spilaði á Leverkusen, segir maður rétt, og hann sé sig keftan. En ekki miklu leikur í þessu orðkaupa núna. En leikmenn, þetta nýtt núna, þeir gefa svona grófa verðramma. Ég meina, eins og sést hérna, þá hann alveg gallega verðmætur. En það kannski líka vegna þess að hann ungur og nýlega samning. Hérna þetta Lionel Messi fór til Paris Saint-Germain stutt síðan. Eins og sést á tölum hans, þá hann þetta bara stórfenglega. Þetta bara pínu eins og svindlkallinn, menn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 tölur sem bara brengla að horfa upp á. Það bara ekki, þú veist, ótrúlega sérsleika þennan með 520 leiki og 474 mörk skorið sem alveg ótrúlegur árangur. Og eins og ég segi að Parísskólafengjan frítt ótrúlega. Þeir reyndar að borga honum rosalega laun eða hugsa út í það. Ég meina, þetta er 4,8 milljón pund á mánuði. Ég veit ekki hvað þetta mikið í íslensku, en þetta stjarnt frá löpað. Ég held að mér langar að segja þessi launahæsti leikmaður í heiminum eins og í fótbolta. Það held ég miskast mjög erfitt að toppa. Jafnvel Mbappe, hann ekki nema með 400.000 á mánuði og með Neymar með 600. Ég veit að Ronaldo var með meira þegar hann var hjá Juventus, en hann lækkaði laun þegar hann var til Manchester. En þetta sýnir sér bara hvað geðveika tölurnar orðnar í dag. Þetta annar leikmaður sem ég var vanur að kaupa
Gigi Donnarumma stóð sér að hlaða á Evrópumótinu í sumar. Barca fikk hann þetta frítt líka en að stuði það þeim en á móti kemur borgaðir alveg hrikalega há laun en eins og segja þetta ekkert smávegis. Ég búinn að spila þessa seríu síðan Champions 2 Þýskalandsútgáfan, öll útgáfan. Við fengum að velja útgáfu við bræðurnir á sín tíma í tölvutek á Akureyri, mann rétt. Nei, fyrir ekki tölvutek. Tölvutækni. Jú, tölvutækni. Ég held að það er það. Og þarna, við völdum okkur tvoleiki. Bróður minn valdi Champions Þýskaland og ég valdi mér Tex Murphy Pandora Directive. Og ég hefði aldrei spilað þessa leiki áður. En ég ákvað að pröfa og ég var pínur hrifinn af Dortmund í Þýskalandi meðan bróður minn var mjög hrifinn af Bayern Munich. Svo ég pröfaði að búa til save sem Dortmund. Ég held að yngri bróður minn fekk næst í taugaáfall þegar hann sá mig þegar ég stillti bliðinu mínu sem ég fór bara að keypti leikmenn frá Bretlandi. Helst frá Manchester United og ég var með held ég bara næst í allt fram meira. Ég held ég með Alan Shearer og hvort ég með Dwight York og Andy Cole og ég veit ekki hvað og hvað maður bara sprejaði bara enska leikmenn og afrið það einhvern veginn að vinna deildina, ég veit ekki hvernig bara en það var talsveit auðvitað við þeim tíma. En það var einhvern veginn fiskið sem ég spilaði þessu leikið og ég datt svona inn í þetta síðan. Og fyrir mér er þetta svona pínur eins og þessi leikir og Civilization. Það leikir sem ég dett í og gengi þegar ég spila og þú getur allt í henni bara sokkið í og allt í henni þú veist að þið eru 8-9 tíma leiðinir og þú ættir að mættir í vinnuna eftir hálftíma og gleymdir að sofa eða eitthvað svoleiðis. Þetta eru svoleiðis leikir. Algjör tímaþjófar. Og það er eitthvað við þetta, þú veist, þegar þú sekkur í, sko fyrst er alveg gaman fyrst mér að þegar þú byrjar að spila þá ertu þetta að sjá leikmenn og þetta út sem þú þekkir úr raunveruleikanum, leikmenn sem þú þekkir og síðan til ákveðin tíma þegar þessi leikmenn eru hættir að spila, þá byrjar að lendi í því að þetta leikurinn býr alltaf til nýja leikmenn, annars var þetta svolítið vandræðum að spila ef svo var ekki. Og þá byrjar að koma þess að kalla region sem þetta bara generated leikmenn og það er ótrúlega gaman að sem sagt það er að einbytta mér hérna, ég hef gert mistök stundum. Núna er ég að stilla upp liðið fyrir tímabilið og heppilegt er að ef leikmenn eru undir ákveðnum aldri þá þarf ekki að skráða hérna þannig að maður getur sloppið við að sitja á listan undir 21 árs þá getur spilað öllum leikjum en eldri leikmenn eins og Daniel Alves sem ég var að segja hérna á frásölu hann verður að vera skráður en já, ég man alltaf eftir einu leikmann, ég man ekki einu með 5 leikmann sem ég uppáhald sem ég uppgötaði sjálfur einhvern veginn. Það var einu sinni var brassi sem heitir Ronaldo, ég veit fremlegt, ekki sá Ronaldo samt. Ég keypti hann með einhverju liði sem ég var með, ég held hvort, örugglega Manchester, keypti hann mjög snemma, hann var örugglega 16-17. Ég var með allan feril hans, þá hann hætti eitthvað 33-34 ára að spila. Og þessi maður var markamaskinn, hann bara skoraði 20-30 mörk einasta tímabili fyrir mig svo ekkert væri. Og hann var bara, ég ætlaði bara að spila endalaust, ég bara þú var lungun komin og það var gamall og komin í við það að geta spilað í mestadeildinni þá samt gat ég ekki fengið af mér að láta hann fara. Og ég bara bauð hann samninga endalaust þangað til að hann ákvað að hætta sjálfur. Vegna þess að mér fannst hann svo æðislegur að ég gat ekki hugsað mér að láta hann hætta. Það var líka rosalega skemmtilegur eða þannig og láta Rafael Varane fá númerið sem hann vildi fá. Hann vildi þetta fá númer 4 þegar hann kom til liðsins en hann
Phil Jones vildi ekki láta hann fá það, svo ég ætla bara að taka með það bestalega að láta hann fá það samt. Svo maður er aldrei út af með 7, það er alltaf klassik. Það er leikminn og númer og droslega merkjuleg hlutir fyrir þá. Það er eitthvað svona, hvað getur við sagt, oft hjátrú. Leikmenn halda upp á ákveð númer. Ég er alltaf hrifinn af leikmenn númer 7, kannski eins og 7 er uppáhaldssaga af mér. Þannig að það spilir svolítið inn í. Þegar gamleikinni byrjuði á sín tíma þá var það þannig að sjónarhornið sem sást var rosalega basic. Þetta var svona tvívíðu sjónarhorn þar sem þú horfðir ofan á leikmennina og þarna var svona pínu eins og verið að spila statileik sem þetta hálfpartinn er, horfðir ofan á. Síðan eftir þó nokkuð mörg ár þá kom þrívídar möguleikinn eins og sést núna þá er þetta svona talsvert flottara og svona aðeins. Þetta er ekki FIFA eiginlega en hann er ekki reyna að vera í staðinn fyrir er hann miklu detailur á öðrum sviðum. Þetta er sjónarhorn sem maður eigi oft miklum tíma að horfa á. Fylgjast með ratings, hvað vel leikmennum gengur, frá einu skala myndi 10. Þú vilt vanlega vera að sjá þetta í þessu helst yfir 7. Ég sé hérna hvað mest er verið að spila á vellinum, þú veist, hver mikið með boltan, alls konar tölfræði, skot og mark og svona fleira. Sjá gerist þetta. Sko, Cavani maður. Eitthvað sem er mjög góð. Ég held að þessi síðasti æfingarleikurinn sem ég spilaði með áður en deildin byrjar. Svo ég er búinn að vera að spila svona blöndu af A-liðinu og B-liðinu til þess að gefa ná æfingu áður. Ég skal sýna hérna þetta. Svona var leikurinn lengst af. Þetta er eitthvað sem maður man svo einstaklega vel eftir. Og það var alveg ótrúlega hvað maður gæti lifa sér inn í að horfa á leikinn svona. Það var alveg geggjað. Ég meina, þú byrst sömu tilfinninguna einhvern veginn úr að horfa þessa leikmenn svona í þrívídd. Eins og að horfa á, þú veist að horfa á einhverja karaktera bolta á skjánum sem enga veginn þekkt í sundur annað en fyrir númerinn á þeim. En það var eitthvað við að horfa á þetta svona. Það er einhvern veginn sjarmi sem ég held að þeir sem hafa spilað þessi leiki einhver leiti alveg frá held ég dögum að Míka þá er eitthvað við þetta að fylgjast með 22 boltum á skjánum hlaupa eftir einum bolta í viðbót. Í dag er leikirnir miklu flóknari og miklu dítelari. Komið alls konar hlutir eins og þetta, geta tala við þá, þú veist, tekið bara gamlu Ferguson hárþurrkuna og kastaði bara vatnsflöskunni í það og öskraði eða, þú veist, hrósaði þeim og fleira, sko. Hérna einmitt sérðu við, sko, látið vita, hei, þú veist, látið vita, ég er mjög sáttið við þetta, sko. Og þannig síðan oft gaman líka þegar deildin byrjar, þú fylgst með og leikjum, séð það í glugganum hjá í leiðinni og þetta er rosalega mikið brandarinn oft með þessi seríu hefur verið svona þessi Excel spreadsheet dæmi og það er alveg punktur í því að það verður að segjast. En það er eitthvað við þennan leik að þegar hann líkir eftir raunveruleikann hvernig gengur hjá liðum og leikmönnum og ég veit ekki, það er eitthvað við þetta sem bara þú sekkur inn í þegar þú ert að spila þetta. Þó maður gerir sig grein fyrir að þetta sé seint það sem heillar aðra. En ég einhvern veginn hef alltaf verið rosalega hrifinn af þessu persónulega. Þetta er alls konar fítusar í dag sem búin að bætast í seríuna sem voru ekki til að byrja með. En ég persónulega hefur mjög hrifinn af þessu þrívíddæmi. Þetta kom með nýja vídd í leikinn þegar þetta bættist upp fyrir nokkuð ára síðan. Svo hvað gerir hann? Skaut hann á markmanninn.
Kostur við varaleik en einhverlega þú getur sett fleiri leikmann inn á en vanalega. Þetta er eiginlega bara að koma þeim í gírinn til sumarið og þannig að ég geti spilað tímabilið. Þetta var mána tíma effort sínt mér. Það er gaman að kafa hann í hérna á þrönni en Pogba ákvað að búta hann bara inn í staðinn. Ég held að ég verið aldrei ráðinn sem lýsandi að knattspyrnuleik. Ég held að það veri aldrei sem mynd það gerast. Og þá ætti leikurinn að enda. Það ákveðin áskorun við þetta einhvern veginn. Þú ert að spila og reyna að gera betur en kannski gerast í raunveruleikanum. Og það er ótrúleg tilfinning þegar þú nærð að taka lið úr botni deildarinnar og gera það Englandsmeisturum og fara með allar liðin úrslitin í sem sagt meistaradeildinni og síðan kannski tapa á vítaspyrnu. Búin að lenda í því. Ég held að meti mitt á svipað eins og mannstælindi í móti Valencia í vor í Evrópudeildinni 20 spyrnur. Ég held að ég ekki eldri þegar ég var að horfa á þann leik í sumar og alveg eins og þetta gerist fyrir mig einu sinni í leiknum. Ég bara, þú veist, uppáhaldsleikmaðurinn breytist í hetju eða skurk og þú hótar að selja hann mest í eftir á vegna þess að þú ert svo pirraður yfir að hvernig fór og hann endilega takið Phil Jones aðeins með að byrja einhverja svona sjá hvað segir við þessu fínt að losna við meiðslabyssan af listan gaman að fylgjast með sem sagt þú ert að skoða hérna heiminn eins og núna getur þú sé hérna þetta eru öll transferinn sem er búin að vera í gangi á þessu ári sem er ekkert svo mikið hann kannski vegna þess að það er ekki að marka fyrst þú byrjar vegna þess að leikmenn liðin tæknilega sér þegar búin að eyða slatta pening í leikmenn áður en tímabili byrjaði eins og sett hérna þetta til dæmis allt hingað er það sem mannstofn að eyða áður en að tímabili áður en leikurinn byrjar þannig að það hefur áhrif á hvað mikið þú getur eitt til að byrja með en næsta glugga þá ætti ég verið kannski með betri fjármagn ef að Glazer fjölskyldan ákveður ekki borga sér þetta allt sem arð hvað er að fá hérna lánsleikmann ég er að fylla þessi bíðunar hjá mér þetta er svona sería sem að gera sér fullkomlega fyrir ekki fyrir alla en fyrir það sem þetta finnast þið að ég er ekki rosalega mikið fótboltabulla þannig ekki ljótt segja þetta svona leys kannski en ég er ekki súper fótbolta ég hef áhuga fótbolta en ég hef rosalega gaman að þessum hlið boltans tölfræðin þannig þessi tölfræðin og upplýsingarna ég get þulið fyrir leikmenn hvað þeir spiluðu og allt þetta en ég er ekki kannski ofta ekki góður þegar kemur að því að segja frá hvernig þetta gerist utan við það ég þarf að finna þetta og sjá hvað ég finna með einhvern sem undir aldrei ég held að þetta sé rétt sem ég hef gert þessi mistök nokkur sinnum að feila mig og setja leikmann inn á listan ég hef lent í því að gleyma að til dæmis bæta við leikmann á listanum mér og hann skráðist ekki fyrir meistaradeildina eitthvað og tapaði sér urslag vegna þess að ég skráði hann ekki og þá fór allt í fjandans
þá borgar sér sko sannarlega mun að segja oft. Ég ætlaði bara svona að hafa þetta sem býnur svona kynningu á leiknum getur við sagt. Ég mun koma meira á eftir. Ég ætla aðeins að stoppa hérna og bæti við á eftir vídeo og sína þess með á leiknum þegar deildin er byrjuð. Þetta er rauninlegt leiðilegasti og skemmtilegasti parturinn fyrir suma er byrjunartímabilið þegar þú ert að fara gegnum æfingapartin og allt svoleiðis. Þannig ég skal sýna ykkur aftur smá stund þegar aðeins liðið inn á tímabilið svona hvernig gekk og vonandi er ekki búið að reka mig svona mánuð. Það var við mættið hérna aftur í tímabilið hjá okkur í Football Manager 2022 betunni og eins og sést þá eru nokkra vikur liðna síðan síðast og ganga aðeins betur. Byrjaði reyndar að jafntefla á móti Watford en síðan hefur þetta aðeins gengið betur með sigrum á móti Burnley, Southampton og Brighton ásamt Villarreal í Evrópukeppni. Ég veslaði smá inn fyrir liðið svona í bláendan. Reyndar ekki merkil, fekk markmannaláni og ég veslaði annan varnarmann. Og núna er bara triksið að spila eins og sjá hvernig gengur. Við erum undir fyrsta seti en það er ekkert að marka þegar það eru 4 leikir búnir og við erum að spila á móti Crystal Palace núna. Og ég sýndi ykkur aðeins hvernig leikurinn virkar. Og þeir eru 19. við mig í fyrsta en það er ekki að marka neitt í fótboltanum. Þeir eru reyndar ekki liðið sem brögglar alltaf mér. Það er oft í svona leikum að mann einhvern veginn finnst alltaf eins og þessi eitt lið sem maður alltaf vandra með sama hvað það er. Svona bókilið. Fyrir mig hefur það reynst vera annað Arsenal eða West Ham gegnum tíðina í leikjunum. Það verður vanalega verið þessi 2 lið. En sést það er aðeins betri staðan í liðinu, það er meiðslin eru svona aðeins farin að reyna og við erum svona farin að nálgast nóthæfara ástand. Það sem ég er búin að spila nokkra leiki þá getum við séð núna meira svona hluta þessu nýja í leiknum, þarna er daytap til dæmis. Meðan getum við séð hérna upplýsingar Palace, liðið sem við erum að mæta. Og þetta er svona góður hugmyndir þú veist, hei, þetta er lið sem eru duglegir að gefa boltan og fleira. Kannski sést því ekki hardcore fótboltagauður, en þrátt fyrir það þá hef ég alveg einstaklega gaman að þessu. Þeir hafa samt ekki til að standa sig sérstaklega vel með þeirra 19. sæti, þannig að við vonandi getum nýtt okkur það. Ég vanalega skal viðurkenna það ég er mjög duglegur að leyfa að tölvun að velja sumt af þessu og ég fókusa vanalega meira á spilunleiksi sjálfa. Það breyða Cavani frammi á Ronaldo og vinstri kantinum frekar. Sérstaklega sem Jadon Sancho er ekki ennþá komið fulli heilsu. Maður vanlega reynir ekki að fórna gaurum ef maður þarf þess ekki, en stundum þegar maður spila í neðdeildunum þá er voða lítill valkostur annað en að gera það. Svo svara hérna blaðamannafundinum. Sýnist ég vera að spila þetta í Old Trafford þegar ég fer rétt með það. Sjáum hvernig gengur hérna. Aðeins búin að og þetta er fullkomlega dæmi hvernig hlutir getur verið úrskeiðis allhressilega á metraða. Sko, annarkvort hef ég nú í stöðu að
spila 3 manna vörn eða taka hérna miðjunni. Ég ætla að byrja og pröfa þetta. Ég get ekki sagt að það verið á planinu hjá mér að missa mann út af á 2. eða 3. mínútu. Svo hvað það var örglar í okkur ekki. Það misti helst markið. Púpa með neglu og Cavani fylgdi eftir. En það er ágætt. Sjáum hvort að nú er bara að talvan er mjög dugleg að koma með alls konar leiðbeiningar og ábendingar fyrir þá sem þeim er að spila, en maður þarf augljóslega ekki að fara eftir neinu sem hún segir. Þetta er meira bara svona eins og maður segir til að hjálpa fólki sérstaklega þegar að byrja að læra á leikina. Þetta er ekkert sérstaklega auðvelt fyrst til að byrja með. Eitt sem það er gott að við huga, þetta er þetta beta-útgáfa á leiknum og þetta er óklárað að þetta er að koma alls konar breytingar og uppfærslu við leikinn og þannig kemur út núna 9. nóvember ef maður rétt. Langar rosalega að segja 9. nóvember en það sé útgáfaður á honum. Og það er þessi beta vanlega er oft hugsuð með til þess að 9. nóvember slípa til ákveðna hluti. Þess vegna er mjög algengt að það verður ágætis breyting á leiknum næsta hálfmánuðinn. Og vanlega eru það sem eru mest áhuga leiknum sem eru að spila fyrst og duglegir að gefa feedback að ykkur fyrra. Þannig að sjá hvað við getum var nú vonað þess að getum bætt við marki. Ég neita því ekki, sérstaklega að við erum einu leikmenni færri. Ég vil ekki hata þetta í fótbolta, það er alltaf að gefa tilbaka. Ég skil það þegar þú ert að spila vörn, en ég held svo að að missa træðislegt. Það er að segja eitt. Ronaldo er stórfenglegur leikmaður og ég sko því ekki, ég er ennþá pínu undan þetta mannstinn að krækja hann aftur. Þakka Alex Ferguson fyrir það held ég eingöngu að hafa sannfært hann að koma aftur, þó ekki sem að verði kannski 1-2 tímabil. Það kemur ekki á óvart að við fengum á okkur marksand. Gæti þurft aðeins að breyta hérna smá taktíkinni miðað við að við erum ekki lengur með boltan. Við erum með það yfir. Það er enda gaman það með liðin sem er í neðstu sætunum, þau geta oft verið eins og í raunleikanum erfitt eiga við vegna þess að þau hafa meira að tapa en maður sjálfur. En það er eitthvað sem vanlega og mest kemurst í sögu í lok tímabils. Þegar liðin er að berast að halda sæti í deildinni, þá er vanlega ekkert ólíklegt að það sé mesti straglið. Ég er alveg að íhuga að taka að herma hvað er út af reyndar. Hann er ekkert að spila eitthvað frábærlega, verður við ekki næst. Það borgar sig ekki að aggressífur að skipta á fljótt. Sjáum hvort ég getum við tek smá Ferguson á þetta, öskum að þess að þetta er ekkert öryggt í fótbolta eins og í lífinu. Jesús Kristi, þú farið að rauðspjald á öskra þig. Það er stundum eins og bara sé stundum bara rispa þegar þú byrjar að lendi í að leikmenn fá spjöld, þá hrynur meirinn, en það er reyndar mér að kenna. Ég hef viljandi valið svolítið aggressívan stíl og það stundum kemur niður að bíta mann raskati ef maður passa sig ekki, ef maður er of grófur. Ég skal viðurkenna að ég spila oft bara eftir hjartanu frekar en huganum þegar kemur dóti og það stundum kemur að bíta mér raskati allt hressilega. Ég er ekki alveg kannski að spila gálega þegar ég er stundum að spila svona. Það er kannski að
tökum þetta af þannig að við séum ekki að brjóta svona gróft á þeim endalaust þannig að við meiri séns að halda tíminum en á vellinum. Reyndar eru með nokkuð góða leikmenn, Palas, sérstaklega Zaha og Eduardo frammi. Þannig að fínan möguleika að rugli okkur. Við passum okkur ekki. Svo, hvað segir núna? Það er bara mjög líklegt þessu áframhaldið þegar jafni. Svo, hvað erum við með á bekknum? Tökum Maguire út af Fernandes, nei. Tökum Maguire út af og kannski ég var að taka það klassíska og pakka í vörn. Ég held það. Það er ekki aldrei en halda því sem við erum með. Gerum þetta svona. Eina reyndar sem gerist þegar við gerum þetta þá svona. Þetta er gálegri kostur, þétta í vörðina hans. Það er svona halda gefnu hlut. Það er helst vandamálið núna þeir eru alltaf mikið um bolta held ég. Fyrir mínar sakir. Þannig að það er ekki einum eina góða sótt til þess að jafna leikinn. Og með hvernig þeir eru að spila þá finnst mér ekkert ólíklegt að þeir eru líklegir að skora sem ég vill þetta helst ekki. Það er þetta bara mjög djúpt í þetta taktík eins og í fótbolta er að þú veist hvernig þú pressar, hvað leikmenn þú fókusar á, til dæmis eins og varnarmennir og allt annað. Þannig að þeir sem eru bestir í svona taktíkdóti gengur oftast best í svona leik, sérstaklega þetta kemur miklu meira líka við sögu þegar þú ert að spila lakari lið og smærri lið þegar að það er oft í fótbolta þannig að þú ert með svona tvær tegundir oft af liðum. Þú ert með kannski liðsheildina þar sem kannski ert ekki mikið góða leikmenn en þú ert með mjög góðan hóp sem vinnur rosalega vel saman og síðan stundum ertu með lið þar sem við kannski nokkur leikmenn sem draga lið áfram eða þú getur líka við að vera með grúpu þannig að þessi fullt af góðum leikmennum en eins og þarna eins og sem Barcelona þar sem Messi var og hann þú veist var driffjöðurinn í liðinu og eins og hérna hafstu mér Ronaldo núna sem þú veist getur unnið leik einn og sér og það getur rosalega verið mikið að þú finnir leikmenn sem eru þannig og þetta byggist allt á tölfræðinni sem leikmenn eru með og veist hvernig eru uppið. Þetta er þetta öll tölfræðin leiknum er mótiluð og raunverulegum leikmennum og það eru svona njósnarar sem setja í gagnagrunn leiksins allar þessu upplýsingar og þannig eru statarnir búnir til. Þannig að það eru ótal fólk sem vinnur í sjálfboðavinnu með að búa þessar tölur til sem við sjáum á skjánum. Það er enda mjög auðvelt kannski fyrir þegar þú ert að horfa á svona leikmenn. Ég meina, vitamál eru heimsklassa en líkilega ofti er til þess að þegar þeir eru að finna upprennandi leikmenn sem verða að hafa möguleikan að geta orðið að einhverju en kannski ekki endilega það. Eins og hérna, þú veist, þú ert að horfa kannski leikmann sem telst þér með eina stjörnu en hann getur orðið að 4 stjörnu leikmanni. Ef að aðstæðan er rétt að það snýst leyndar tölfræði sem þú veist ekki sjálfur eins og hvernig þú heldur utan þjálfun hans, hvort þú lánar hann út, spilar hann, alls konar dót. Og það getur að gæfa munin þó leikmenn byrja með sama grunn, það getur verið gjörólíkt hvernig þeir fara út frá því hvernig þjálfarinn þeir heldur utan framtíðara. En þú farið mjög góð vísbendingar með leikmenn sem eru kannski
taldir vera mögulega góðir og þetta bæði kemur frá skátunum hjá þér og líka kemur það frá þess að leikurinn segir og þegar þú ert að skáta leikmenn þá kemur oft svona upplýsingar eins og þú veist vanlega leikurinn flokkar leikmenn til dæmis sem wonderkid þá er það mjög góð mælikvarði að leikmannum er spáð frama síðan bara spurning hvað gerist með það sjáum Andri Lukas sem sonur Guðjóns sem myndi spila hjá Real Madrid það er fornilegt fylgjast með þeim bræðrunum með öllum ég get ekki séð um að bráka mikið hann þar sem að ég þurft að skáta en það er fornilegt að sjá hvort það sé hvernig íslenska unga leikmenn hvort að þeir séu einhver í þessum skala að verða mögulegur heimsklassa leikmaður en ég er með hlaðið upp íslensku deildina Pepsi-deildina og Inkasso það eru þessu tvær deildir sem eru þannig að þú veist ég geti séð hérna fólk KR til dæmis lafum og heitum og allt það en Beitir Ólafsson þess konar nafn er það færi að skora upprannað eitthvað hvað vitum hann ekki mikið ok, fættur í Kópavogs Andrés ég bara viðurkenni ég hef aldrei heyrt þetta nafn áður svo Valur vann deildina er að vinna deildina fyrirgefðu það er ekki 3 leikir eftir á Íslandi þannig að þeir eru í sterkri stöð og KR fylgir fast eftir svo veist Grey í að vera að falla og Víkingur þetta líka sem er skondið horfur á hvað gerist í deildinu núna það er aðeins að sjá svona hvernig hvað það segja veruleikinn og leikurinn endurspeglast í hverjum öðrum Þróttur Reykjavík aftur á móti í deildinu fyrir neðan og var að tryggja sér leiðinu upp og svona Grindavík á meðan Fram úr Víkingur Ólafsvík var að falla maður það er ekki gott sérlega leiðin ég veit ekki hvað þeir séu í leiknum ég þeir það spilum við Fjallabyggðar þetta er ekki rétt leið KF svo, það var kannski hjálpar ef ég læra að skrifa rétt KF, hérna er þetta 9 Ólafsvöllur Sás já, komum við þannig vel loksum þetta er sem sagt sameinað lið ég langar að segja Ólafsvöllur og Siglufjarðar, ég veit ekki hvað Dalvík sé líka með mixtúru í þessu maður ekki alveg það er svolítið langt síðan að ég pældi í knattspyrnuleikinni heima það hét allt annað á þeim tíma það hét gamla góða Leiftur þannig að það ekki ég kannski alltaf gaman að skoða heimaleiði sín og hérna fyrir að sjá líka þú veist svona meiri svona tölfræði sem þú myndir búast við þú metur þetta tölunar öðru þegar þú ert á Íslandi og ert að keppa í deildunum þar þá ertu ekkert að leita undir 20 þú ert kannski að leita í 10 eða 14 eða eitthvað vegna þess að það eru öðru sem kröfur á milli deilda og deildirnar eru í styrkleikaflokki og allt svoleiðis þannig að þú veist það byggir á allt öðru í þessi systemi kröfurnar fyrir vikið og ég veit ekki hvar Ísland er þeir eru í 59. á heimslistanum landslið á meðan deildin er með 2 í repetition við sér það eins og hérna þá er augljóslega þessi klassíska deildi efstar úrslitin í Englandi, spænska, ítalska, þýska, franska
Brasilía, Portugal, Argentína, Holland, Mexíkó, Rússland, Belgía og kolli. Þetta eru þessar svona þekktustu deildir, getum við sagt, það sem vanlega bestu leikmennir. En þetta getur verið þannig að því kannski betur þessu liðunum gengur í Evrópukeppnunum og betur landsliðinu gengur, þá getur deildin hækkað í styrkleika og það eykur líkurnar að betri leikmenn birtist þar síðar. Þannig að þú getur lendið í kannski 20-30 tímabil að allt í einu Ísland komið topp 10 heimslistans og er keppa aftur á Evrópukeppninni eða heimsmeistaranum. Ég meiri segja í Ísland vinna heimsmeistarakeppnina. Það er sjálfgeft en getur gerst. Það er það sem gerir svona leiki skemmtilega og þú getur tekið við hvaða félagslið sem er og hvaða landsliði og þú getur meira segja að vera stjórna landsliði og félagsliði á sama tíma þess vegna sko. Þannig að þú veist það er það skemmtilega við þetta. Það sé einhverja neitt að lóðkórum hérna. Þetta er pínu creepy gaurinn minn, hann er aðeins svo ábyrjandi staran á hann fyrst mér. Ég verða veikina, ég veit ekki alveg hvað er í gangi með hann. Vanlega þegar ég byrjið þá hafið þennan valmöguleika hérna að geta búið til karriér. Það er þetta klassíska útgáfan sem ég var sýningur. Sem það hefur getið búið til einn klúbb, spila á netinu, fara í svona draftmót og síðan ótra bæta sér meira. Og auðviki spilað á netinu við aðra leikmenn. Og ég er með búin til annað save. Þetta er svona næsta save sem ég er að pæla í að spila sjálfur mitt og þá er mitt þetta bramleilið sem ég var að tala um áðan og það er mitt mjög athyglisvert að sjá tölfræðina hérna. Þú byrjar að skoða hérna leikmenn hvað telst gott á þessum mælikvarða og það er allt öðruvísi kröfunar sem eru gerðar hérna. Ég myndi segja að hvað er bílinu? Þetta er mest líklegast upprennandi leikmæðin sem við erum með hérna. 16 ára þjóðuri gæti orðið eitthvað spennandi fyrir okkur en þetta er líka þetta miðað út frá mælikvarðanum við deildina sem við erum stadd í. En það er þetta skemmtilega við þetta að geta valið ólík lið, ólíka deildir og sjá hvað er hægt. Getur nefnilega valið, út meiri segja, ef þú vilt fara í raunveruleikann getur þú meiri segja valið að byrja án liðs og bara vinna þig bókstaflega upp. Og það er ofta skemmtilega við svona leiki er að vinna sig upp hægt og rólega. Vonandi að það fyrir að bætast í fljótlega möguleikin að geta tekið við kvennaliðum. Það er byrjað að auka svolítið mikið kvennadeildirnar í fótboltanum vísar heiminn og það væri óskandi að það væri gerlegt því ég sé að FIFA er aðeins búin að dafla við það. Í fótbolmyndir þá er þetta mest núna bara að það eru kvenkisþjálfarar, sjúkraþjálfarar, það eru til kvenkisstjórar, það eru dómarar en það vantar eins og er ennþá kvennaliðin. Ég sveit mér sérna, ég menn það Manchester United er með kvennalið en það er bara ekki í leiknum. Það er gaman að hafa valmöguleikann að geta boðið upp á það. Það er eitthvað sem þeir eru að skoða ef maður heyrt gegnum tíðina. Það er bara vonandi að það komi í daginn þess að það er skemmtileg viðbót þessu seríu. En ég er smúlt þetta duga í bili og við munum vera með áfram með upplýsingar kynning á leiknum ásamt mögulega gagnrýni á leiknum og við erum klárlega að ræða hann í næsta podcasti eða leikjárfinu okkar. Þannig að ég ætla bara að segja bless í bili og ég ætla að sekta hann hugsa viku laun fyrir að hafa látið rekast út af og segi bara takk fyrir mig í bili og hvort ykkur endilega að kíkja á nerdanalysis.is eða okkur á Facebook eða annars staðar fyrir nánari umfjöllun. Bless í bili.